Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari tekur til máls og talar fyrir hreyfinguna. Frú forseti, góðir landsmenn. Hér höfum við hlýtt á 5. stefnuræðu hæstv. Forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur frá kosningunum vorið 2009. Eins og venjulega hér á ferð mikil lofrulla hversu vel hefur gengið frá hruninu og fram eru settar af mikilli færni upplýsingar sem eru í besta falli til heimabrúks og alls ekki til þess fallnar að leggja mat á raunverulega stöðu samfélagsins. Þó sumt hafi færst til betri vegar það eins og alltaf gerist eftir allar miklar efnahagsstrengingar að leiðin liggur upp á við, burt séð að miklu leyti frá því hvaða ríkisstjórn stýrir völdum. Sitjandi ríkisstjórn sem svo miklar vonir voru bundnar við hefur nú lagt fram þingmálalistan fyrir sitt síðasta þing á kjörtímabilinu og staðfestir þar með slæman grun margra að ekki verði staðið við þau loforð eða þau stefnumál sem lögð voru fram í aðdraganda síðustu kosninga. Utan stjórnarskrármálsins sér stefnufestu ríkisstjórnarinnar einungis stað í einu atriði á öllum hennar líftíma og það að halda til streitu yfirlýsingu hæstv. Forsætisráðherra frá 3. desember 2010 hún sagði orðrétt með leyfi forseta: Ég held að í þessu skelfilega hruni sem þjóðin varð fyrir þá sé aldrei hægt að tala neinn jöfnuð eða réttlæti. Ég held bara að við stöndum frammi fyrir því. Frú forseti, við þetta hefur ríkisstjórnin svo sannarlega staðið. Tugþúsundum íbúðareigenda sem urðu fyrir gríðarlegu tjóni vegna hruns krónunnar og verðbólguskottsins sem fylgdi í kjölfarið hefur ekki verið rétt sáttahönd, heldur hafa þeir fengið blauta tusku í andlitið hvað eftir annað. Mesta réttlætismál lýðveldissögunnar liggur óbætt hjá garði og ekki nóg með það heldur gaf ríkisstjórnin bönkunum óheft skotleyfi á skuldara þrátt fyrir mikla niðurfærslu lána sem fluttust milli gömlu og nýju bankana. Gríðarlegur hagnaður bankana nú ber þess glöggt merki. En ekki nóg með það. Nú þegar sjálfur Hæstiréttur þjóðarinnar hefur dæmt stóran hluta þessara lána ólögleg, hafa stjórnvöld tekið undir með þeim sem töpuðu málinu, bönkunum, og lagst á eitt við að aðstoða þá við að finna eitthvað sem kallast ásættanleg lausn. Skiptir þá engu að dóm Hæstaréttar að ræða og hefur framkvæmdarvaldið þess í stað skaffað bönkunum aðstoð ýmissa stofnana sinna til að hægt sé að draga málið enn frekar á langinn með að minnsta kosti 11 dómsmálum til viðbótar og Alþingi sjálft með sína efnahags- og skattanefnd og formann hennar hv. þingmann Helga Hjörvar í broddi fylkingar horfir þögul á. Af nógu öðru að taka en ég læt hér staðar numið afstöðu stjórnarmeirihlutans til jöfnuðar og réttlætis. Frú forseti, aðdragandi hrunsins og þau stjórnmál sem rekin voru hér á landi á áratugunum þar á undan báru skýr merki af spilltu samfélagi. Óheft samspil athafnamanna, fjármagns og stjórnmála, þar sem vildarvinir stjórnmálaflokka sölsuðu undir sig almannaeigur og auðlindir var reglan og þeir voru á góðri leið með að hirða stóru orkufyrirtækin líka þegar að spilaborgin hrundi. Ítarleg skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis varpaði skýru ljósi á atburðarásina og ekki þurfti mikla hugsun til að skilja að svo illa var komið fyrir íslensku samfélagi að það var á mörkum þess að geta talist til siðmenningar. Því miður hefur núverandi ríkisstjórn ekki náð að snúa samfélaginu af þeirri braut. Það því fyllilega við hæfi að hafa uppi varnaðarorð af þyngra taginu hvað framtíðina varðar. Frú forseti, framundan eru 3 mikilvægir vegvísar sem Alþingi og allir landsmenn verða að tryggja að varði þann veg sem framundan fyrir samfélagið okkar. 3 vörður sem við verðum að nota til að byggja hér nýtt og betra samfélag. Sú fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan nýja stjórnarskrá sem sannarlega hefur verið skrifuð af þjóðinni, þjóðina og fyrir þjóðina. Ítarlegt, vel yfirfarið og vandað plagg sem Alþingi hefur svo glæsilega beðið þjóðina og hún svo glæsilega afhent. Mikilvægt og sennilega mikilvægara en nokkuð annað í lýðveldissögunni að landsmenn allir átti sig á mikilvægi þess að hún verði samþykkt. Önnur varðan á ferðinni framundan meðferð Alþingis á frumvarpinu að nýrri stjórnarskrá verði það samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þar mikilvægt að úrtölumenn gamla spillta Íslands nái ekki að stöðva málið og að blásið verði á þá kröfu að almenn samstaða verði að ríkja á þingi stjórnarskrárbreytingarnar. Þetta nefnilega ekki stjórnarskrá þingsins, heldur stjórnarskrá þjóðarinnar og þegar meiri hluti hennar hefur talað ber þinginu að fara eftir því. Það mun því reyna á kjark þingmanna hér inni að láta ekki undan oki og málþófi minnihluta þingsins
undan oki gamla spillta Íslands. Þriðja varðan á leiðinni eru svo komandi alþingiskosningar í apríl. Þar skiptir miklu máli að þjóðin losi sig í eitt skipti fyrir öll við hrunverjana sem enn sitja á þingi eða lúra í bakherbergjum flokkana. Það skiptir einnig máli að kjósendur losi sig við þá þingmenn núverandi meirihluta sem brugðist hafa í eftirmála hrunsins. Þá þingmenn sem meðal annars hafa staðið í vegi fyrir leiðréttingum á skuldum heimilana, hafa stöðvað frumvörp persónukjör, hafa stöðvað frumvörp þjóðaratkvæðagreiðslur, vilja færa útgerðinni kvótann til 20 ára og hafa tryggt það að fjármagnseigendum eru greiddir milli 80 og 90 milljarðar á ári í vexti úr ríkissjóði á sama tíma og varla eru til peningar fyrir límbandi til að líma saman lækningatækin á Landspítala. Það skiptir máli hvernig næstu kosningar fara. Frú forseti, þessar þrjár vörður marka framtíð þjóðarinnar og ef þeim verður ekki fylgt, lýsi ég eftir framtíðarsýn þess fólks sem hafnar þeim. Forseti, á þessu ári og snemma á því næsta, frá og með 20. október og til loka apríl stöndum við á krossgötum. Krossgötum sem munu skipta sköpum framtíð Íslands og þar verðum við að velja rétta leið. Samfélag okkar, eins og það leggur sig, hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum, áfalli sem enn ekki yfirstaðið og því skiptir miklu máli að rétt leið sé valin. Þar getur sagan verið okkur mikilvægur leiðarvísir ef við kjósum að rýna í hana. Sagan sýnir okkur nefnilega að þjóðir og þjóðríki koma og fara og það eru tvær megin ástæður fyrir því að þjóðir fara, líða undir lok. Önnur sú að þær eru yfirteknar í styrjöld og innlimaðar í aðra stærri eða brotnar upp í smærri þjóðarbrot. Það höfum við ótal dæmi og nýleg. Hin ástæðan að þjóðir spillast, úrkynjast innanfrá, liðast í sundur undan eigin vanmætti til að bregðast við spillingu og siðferðishruni. Hætta bara að vera til, fyrst sem siðmenntar samfélag og síðar sem þjóð. Það höfum við einnig dæmi og það nýleg. Frú forseti, ef okkur ber gæfa til að fylgja þeim vörðum sem við þegar sjáum og vitum hvert leiða, þeim þremur vörðum sem upp voru taldar hér áðan, þá hef ég ekki áhyggjur. Þá mun þetta bjargast og þá framtíðin björt. Ef ekki, þá sitjum við uppi með gamla Ísland, það Ísland sem ekki var alvont en bar illilega af leið, gjörspilltist og hrundi. Fyrir slíkt Ísland ekki til nein framtíðarsýn. Tökum því höndum saman hér inni á þingi sem utan þess og tryggjum með samvinnu og langtíma hugsun heill og framtíð þjóðarinnar og látum skammtíma hugsun gróða og völd, lönd og leið. Það að hluta til okkar alþingismanna að vísa veginn inn í þessa framtíð og við megum ekki bregðast í því verkefni. Börnin okkar og börn framtíðarinnar eiga það skilið, þau eiga það svo sannarlega skilið því að hrunið gerðist á okkar vakt, hvort sem við vorum við völd eða ekki. Við þá hér inni sem vilja það ekki, sem vilja ekki fara þessa leið, þá sem hafa vermt þessa stóla svo lengi og til svo lítils gagns, vil ég einfaldlega segja, ykkar tími liðinn, standið ekki í vegi fyrir framtíðinni. Góðar stundir.